daginn. Góðan daginn. Það ekki hægt að byrja daginn betur. Þú veist, ég vildi óska þess að ég geti tekið kameran inn og sýnt ykkur sundrúturinn mína, en ég orðinn bara eins og gamall kall, sko. Ég gerir bara nákvæmlega sama. Fer í heita pottinn, fer síðan í kalda, keyri út í gufunni, síðan fer ég aftur í kalda. Og... Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. 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 Já, fer sem sagt í... keyri út í gufunni, síðan fer ég í kalda. Það er bara einhver önnur tilfinning sem kemur þá, sko. Það er bara... Man lognast bara út af, sko. Síðan enda ég kalda, verið kalda sturtu. Og þegar maður byrjar daginn svona, þá fer þetta ekkert annað, þá ef maður byrjar hérna í stæðan fyrir að byrja hérna, þá verður þetta bara uppbúið. Góðan daginn. Hættu! Á þessu vögnuð. Hæ? Á þessu vögnuð. Ekki taka mig upp. Góðan daginn. Góðan daginn eru blöndar. I love caffeine. Ég elska að vera ekki búinn að borða, fá mér 1-2 kaffibolla. Ég veit ekki hversu hollt það er, en fá bara koffínu upp í heila. Það er eina vitið, maður. Nike, sponsored by Nike and Monster. Nei, ég mátti ekki með Monster, annað hvað. Nei! Númer 2. Hörðu, ég fæ á spurningar hvaða bækur ég að lesa og hvaða bækur ég mæli með að fólk lesi. Og ég er búinn að lesa 3 bækur undanfarið sem ég ætla að segja ykkur aðeins frá. Bókin sem ég kláraði fyrst af þessum 3, það var þessi hérna 12 lífsreglur eða mótefni við glundroð eftir Jordan Peterson, og ég náttúrulega mikill aðdáandi af Jordan Peterson og það sem hann gerir, en hann náttúrulega umdeildur og með umdeildar skoðanir en það sem hann gerir til að hjálpa fólki, að þar ég mikill fan af hann og hef lært mikið af hann. Og þessi bók er hæfilega flókin. Hún er svona, maður þarf að vera með fulla einbeitingu að lesa hana, og hún er fyndin og ég myndi mæla með fyrir fólk að lesa hana. Þetta er alveg klárlega margt í þessu sem make sense og lætur mann til að hugsa en það er þannig fullt af reglum sem hann fer yfir og talar á svona hæfilega flókin móta. Þessi hérna bók til í mörgum útgáfum, þetta er háskólaútgáfa, en þetta er leitin að tilgangi lífsins, eða Man's Search for Meaning, eftir Viktor Frankl. Hann var fangi í Auschwitz og hann var að segja fyrir því hvernig hann gat fundið tilgang í þjáningunni og tilgang við því að halda sér á lífi og að þrátt fyrir þessa erfiðu aðstæður. Og hann sagði að frelsi einu sem frelsi er ekkert að taka frá einstaklingum, þó að þessu fangar í Auschwitz, að það er frelsið við að bregðast við aðstæður. Þannig að þú ræður hvernig þú bregst við aðstæðum, og þetta er einn besta bók sem ég les. Ég er að lesa þessa núna hérna, The Power of Habit. Búin að lesa 100 blaðsíður og hún er mjög áhugaverð. Hún talar bara venjur og hvað eiginlega ótrúlega margt í lífinu er bara byggt af einhverjum venjum sem við temjum okkur, og hvernig maður á að breyta neikvæðum venjum í jákvæða venjur. Hvernig það sé æskilegast að gera það og hvernig venjur virka, hvað þarf til þess að venja verður til staðar, og mjög áhugaverð. Þannig að þetta eru þessar 3 bækur sem ég er búinn að vera að vinna í. Já, mér langar bara til að segja ykkur frá því. Hvað er það að gera núna? Það gleymir sér alltaf oft þegar maður situr svona mikið á daginn. Það verður maður bara stífur í skróknum og maður verður að standa stundum og lesa, standa og skrifa. Þannig að ef þú getur staðið upp í vinnunni, allavega 40 mínútur fresti og aðeins teikt úr þér og svona. Aðeins að virkja skrókinn. Það er miklu betra að sitja allan daginn. Það gerir skróknum ekki gott. En ég sit oft allan daginn, stundum, og stundum gleymir mér. Það er herfitt. Þessna stending. Þú ert ekki feimið í kameruna? Nei, ég er líka miklu beig. Þú ert beig núna? Þú varst beig báðan líka? Já. Viltu að byrja í Selected? Ég er fyrst að fá kaffi. Ok, jú, gerðu það. Klukkan er
Kringlan, fá kaffi, Hvað er opið lengi? kíkja í búð. Það er gott að æfa I don't give a fuck attitude með að vera með kameru í Kringlunni. Við kellar hann að spæsa á kaffið það? Já. Myndu náðu. Gáði mér orð latte. Hvað vilja það? En hann er mikið að prófa. Þú fórst í decaf. Já, ég var svo andvaki nóg. Ég nenni ekki aftur andvaka. Þú ert náttúrulega koffín sjúklingur. Þú mátt ekki fáið koffín Allt eftir. koffín, en það fyrir ekki Já. mér. Hvað ertu að bralla hérna? Við leiðum að koma að velja í. Ég veist ekkert skemmtilegt í heimum út af föt, sko. En gaman að Það er alltaf easy að móta frakk. En buxur eru leiðilegt. Vá, Nuss. þessi er geggjaður. Já, það ekki ekki þér. Nei, ég veist ekki hvað þér. Já, bara eitt fyrir að sóld eða? Hvað? Ég sagði þetta bara sóld. Ég sóldi hennar, sko. Ég tekið það. Það er hvað? Blár, já, blár. Ég er mikið Nei. smakkamæður þess. Ég er bara búinn að klæða mig í þennan og þessi er bara heldur flottur, þannig að hann er nefnilega mjög flottur og ég á engan blá. Hvað segirðu? Hvað ertu að gera núna? Ég var að segja, ég nefndi ekki að móta buxurinn síðan. Hæja, tók ég einar, móta. Verður maður ekki að gera það? Jú, ég held það. Þannig að það er leiðast í heimi að móta galanum, sko, sem er sérstaklega þröngt. Já, What you wearing? Nike shoes. Nike shoes, trousers, Tommy. Ég held þú skilur ekki, þegar maður segir what you wearing, þá er það að segja hvað allt er frá, skilur. Ekki segja ígröð, það er. Já, ok. Skott frá Nike, buxur selected, frakki selected, bólur frá Tommy eða frá þér. Hvað með frakka fór í hann? Vlog? To my channel. To your channel or my channel? What is your name? With Becky Olofs. Wait. You have to check out my channel, man. I have an amazing channel. You have to check it out. Yeah. Ég er bara með 500 og 10 þegar eitthvað. Ætli þið að bara hjálpa mér? Ætli að segja allan einni ykkur að subscribe mig? Já. Ok. Subscribe. My name is Write your channel. Mín er farið að jamma það. Hvað með, það er eitt svona. Eitt brísur. Ertu maldur? Hvað er upp á samið þitt? Þú er búin snömmi? Já. Núna? Ég er alltaf að skipta sko. Ég er að elska M&M. Svo meit ég ekki að smakka alltaf vínbjörn í búinn, sko. Ég vona að enginn frá Hagdum kæri mig. Eina sem ég get. Já, þetta er ógeðslega gott, þetta er hana. Nei, hitt ekki. Hanna. Ætlar þú enda að vlogið það? Það er ég? Já. Já. Takk fyrir að horfa. Subscribe og like og sjáumst. Þetta er gerðið.